og þess vegna svo galið einhvern veginn hvað borgarfulltrúar til að fyrsta til dæmis eru á háum launum, hvað þeir eru margir. Það er það sem að borgarfulltrúar í Reykjavík ættu að vera að berjast fyrir, er að fækka borgarfulltrúanum aftur. Er ekki 21? Þeir eru 31 sko á launum. Það eru varaborgarfulltrúar sem eru, þú veist, varaborgarfulltrúarnir, þeir eru á hærri launum heldur en þú, Ingimar, við að gera ekki neitt. Þeir eru á 75% borgarfulltrúar á launum. Í alvörni? Já, og 75% af borgarfulltrúar á launum er hærri heldur en meðallaun landsmanna. Þannig að það er 31 maður sem er á fullum launum í raun og veru og að 7 þeirra séu sagðir á 75%. Þá er sú laun samt bara yfir meðallaun. Og þetta er auðvitað galið. Okkur þurfi þetta að vera 21, getur ekki verið 11? Sko, veistu hvað þeir eru margir borgarfulltrúar á fullum launum í Kaupmannahöfn? 7. Þeir eru 7. Er það? Já. Það, ég meina, þú þarft bara 8 tölu og því lærir þið betri, skilur við. En þetta er svo mikið bjúrókrasíu geði ekki þetta maður. Og svo sagði Pétur líka þessa fleygusetningu að Heiða Björg Hilmisdóttir, en það hefur verið vandamál auðvitað mikil áskorun fyrir hana að fara í þetta hlutur, þess að fyrir hana væri þetta raun og veru eins og að taka við af Alex Ferguson, eins og sér hérna, erfitt að taka við af Alex Ferguson. Hann er að líka... Og þá átti hann við að Dagur B. Eggertsson hafi verið hálfgerður Alex Ferguson, hann hafi verið svo mikill kóngur, algjör snillingur og gert allt rétt og þannig að þá vitum við sko það allavega Pétur Hafliða Martinsson að hann lítur til Dags B. Eggertssonar sem einhver svona algjörar fyrirmyndar hetju. Já, ég meina, bara, þú veist, hlutlaust mat, þá er þetta besti fótboltaþjálfari allar tíma. Hann er bara að segja, þú veist, það. Að Dagur er bara besti borgarstjóri allar tíma bara. Guð minn góður, Og það segir ýmislegt sko, ef það er þín skoðun á borgarmálum, þá er maður ekki von á mjög góðu, en ég verður samt að segja að Pétur Martinsson verður örugglega betri kandidat heldur en Heiða Björg Hilmisdóttir. Nema þá náttúrulega fyrir þá sem að ekki vilja að Samfylkingin komist, haldi áfram í meirihluta, að þá er náttúrulega best fyrir þá aðeila allavega og að vona bara og biðja til Guðs að Heiða Björg Hilmisdóttir vinni þennan oddvitastól. Já. Það væri geðvægt maður. Það væri algjörlega frábært. Hefur ekki að skráða okkur bara í Samfylkinguna? Herru, ég er skráður í Samfylkinguna. Já, ok. Já, hann var nefnilega eitt sem við vorum að tala hann sem baði mig að skrá mig í til að kjósa hann. Já, ég var nú líka einhvern skráður í Samfylkinguna. En maður getur bara ekki skráð sig bara til að kjósa. Já, örglega. Ég meina að segja að allir aðdáendur hlustundur Harmageddon myndi gera þetta. Já. Bara svala og kjósa Heiðu Björg. Skráum okkur í Samfylkinguna, kjósum Heiðu Björg Hilmisdóttir, tryggjum það að Samfylkingin fari beint lóðrétt á trínið. Það er mjög gott. Já. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.